Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 4. maí er annar sunnudagur eftir páska. Þema dagsins er góði hirðirinn. Í lexíunni segist Guð ætla að leiða sína sauði sjálfur. Í pistlunum skrifar Pétur að Jesús hafi borið syndir okkar á krossin og í Guðspjallinu segir Jesús, ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. En við skulum byrja þessu stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lexían færir okkur en hún er úr Esekiel 34. kafla. Því að svo segir drottinn Guð. Nú ætla ég sjálfur að leita sauða minna og líta eftir þeim. Eins og hirðir lítur eftir hjörð sinni, þegar hún er á dreif í kringum hann, mun ég fylgjast með mínu fé. Ég mun bjarga sauðum mínum frá öllum þeim stöðum sem þeir dreifðust til á hinum dimma og drungalega degi. Ég mun leiða þá burt frá þjóðunum, safna þeim saman úr löndunum, og leiða þá heim til síns eigins lands. Ég mun halda þeim í haga á fjöllum Ísraels, í daladrögum og á hverju byggðu bóli í landinu. Ég mun sjálfur halda þeim til beitar í góðu haglendi, beitiland þeirra verður í háfjöllum Ísraels. Þar munu þeir leggjast og ganga í frjósömu haglendi í fjöllum Ísraels. Ég mun sjálfur halda fé mínu til beitar og sjá því fyrir hvíldarstað, segir drottinn Guð. Ég mun leita þess sem villist, sækja hið hrakta, binda hið limlesta og styrkja hið veikburða. Ég mun gæta hins feita og þróttmikla og halda því í haga eins og rétt er. Þið eru hjörð mín sem ég held í haga, ég er Guð ykkar, segir drottinn Guð. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þema dagsins er góði hirðirinn. Spámenn Guðs höfðu án árangust kallað til sauðanna að snúa sér aftur til hirðisins. Svo Guð segir að hann ætli sjálfur að leita þeirra og líta eftir þeim. Hann sjálfur. Og Guð birtist okkur sem Jesús. Guð notar hlutverk hirðis til að lýsa umhyggju sinni fyrir fólkinu sínu. Hann ætlar sjálfur að bjarga sínum sauðum og þegar Jesús kom sagðist hann vera góði hirðirinn. Hann kom til að bjarga sauðum Guðs sem voru villtir eða í sjálfheldu. Jesús vissi að það myndi ekki allir taka honum fagnandi en hann sagði, mínir sauðir munu heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir munu aldrei að eilífu glatast. Í orðum hans liggur sá sannleikur að sá sem heyrir boðskapinn og tilengar sér hann, það fylgir Jesú, þeir eignast eilíft líf. Sá hinn sami mun aldrei glatast. Fallegt ekki sagt, en þessi fallegi boðskapur segir okkur líka að sá sem fylgir ekki Guði muni glatast. Þess vegna vildi Guð leggja allt í sölurnar til að reyna að bjarga sauðunum. Hann vill safna þeim saman og leiða þá heim til síns lands. Góður hirðir leiðir sauðina í besta haglendið, þar sem þeir geta drukkið af hreinni og tarri uppsprettu og ekki nóg með að hagarnir séu með kjarngóðu grasi. Þar þurfa sauðirnir að vera öruggir fyrir árásum villidýra og verða að geta hvílst. Guð vill sjá sínum sauðum fyrir því allra besta, svo að þeir líði engan skort. Við erum þessi sauðir. Og það greinilegt á lexíunni
að við erum í misjöfnu ásigkomulagi þegar við finnum Guð. Sumir villtir og hraktir, limlestir og veikburða. Aðrir feitir og þróttmiklir. En þar sem við vitum að Guð horfir ekki á útlitið, þá vitum við að hann er að tala ásigkomulag sálarinnar. Margar sálir eru villtar og hraktar, limlestar og veikburða, því lífið hefur leikið þær grátt. En í haganum sem Guð leiðir þær í, verða þær feitar og þróttmiklar og munu lifa í allsnægtum, því Guð hefur lofað því. Eins og það var köllun spámannanna að kalla fólk til Guðs, þá hafa prestar nútímans sama hlutverk. Sömu köllun. Í pistlinum skrifar Pétur: Þið voru sem villuráfandi sauðir, en nú hafið þið snúið ykkur til hans sem er hirðir og biskup sálna ykkar. Það er köllun okkar að segja fólki frá frelsunarverki hans að hann, Jesús, sé sannleikurinn og lífið og tók á sig syndir okkar svo að við munum lifa réttlátt. Þessu er best lýst þannig að það urðu hlutverkaskipti, að hann sem er syndlaus dó fyrir alla syndara. Í Guðspjallinu orðaði Jesús það þannig, hann sagði: Ég er góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Hann flýr ekki eða yfirgefur sauðina þegar óarga dýr vilja ráðast á þá. Hann ver sauðina því að honum er annt þá. Og allir sem heyra raust hans munu safnast saman og það verður ein hjörð, einn hirðir. Þessi hjörð sameinast í ríki Guðs. Ég þekki mína sauði, segir Jesús, og það er lykillinn að ríki Guðs. Þeir sem fylgja Guði munu þekkjast úr. Þeir hafa innsigli Guðs á enni sér. Ritningin vísar oft í hjartað í sambandi við átrúnað, en opinberunarbókin vísar á ákvörðunartöku í heilabúinu. Fyrir innan enni okkar er öll okkar viska. Þar mun Guð sjá hver ákvörðun okkar er, hverjum við fylgjum. Guð útvaldi eina fjölskyldu, ættlegg Ísaks, son Abrahams, og sú fjölskylda varð að þjóð Guðs. En í Guðspjallinu segir Jesús: Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Það er ekki af þessari útvöldu ætt. Þá ber mér einnig að leiða og þeir munu heyra raust mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Þarna segir Jesús að allir sem heyra rödd hans, boðskapinn, og taka hann til sín, eru líka hans sauðir. Og þeir munu sameinast í hjörð hans. Það verður ein hjörð og hann verður eini hirðirinn. Ég hef bent á það áður að baráttan í átrúnaði þessa heims er á milli hins góða og illa, góða hirðisins og alls þess sem er ekki frá honum. Þess vegna er baráttan svo lævís, það eina sem hinn illu öfl heimsins þurfa að ná fram, það er að fá fólk til að trúa á eitthvað annað en Guð. Þá hafa þessi öfl sigrað. Þess vegna eru í raun og veru ekki nema 2 trúarbrögð að ræða í heiminum. Það er annars vegar trúin á Guð, skapara himins og jarðar, og hins vegar eru það öll trúarbrögð heims. Því að þau teljast skurðgoða dýrkun eða hjáguðir og syndsamleg hegðun, samanber orði Jesú, syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Fólk sem þekkir ekki Guðs orð áttar sig ekki á þessu, en það er einmitt þetta sem boðskapurinn tekur svo skýrt fram. Guð sættir sig ekki við að vera hjáguð.
Hann vill vera okkar haldreipi, hann vill vera sá sem við treystum á, biðjum til og tilbiðjum, hann vill vera númer 1. Opinberunarbókin er eina spádómsbókin í Nýja testamentinu. Vandamáli við hana er að hún er full af táknmáli og myndlíkingum sem margir leggja ekki í að útskýra og svo eru aðrir sem telja hann ekki mikilvæga. Engin bók í Nýja testamentinu útskýrir samt betur baráttuna á milli góðs og ills og þar sést hversu margvíslegt og lævíst þetta afl er. En inn á milli leynast loforð Guðs til þeirra sem láta ekki afvegaleiðast. Í 3. kafla stendur til dæmis: Af því að þú hefur varðveitt orð mitt þolgæði, mun ég varðveita þig á þeirri reynslustund sem á að koma yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þann sigrar mun ég gera máttarstólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei framar fara þaðan. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns, hinna nýju Jerúsalem, sem kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Já, þema dagsins er góði hirðirinn og góði hirðirinn vill leiða okkur í góða haga þar sem öryggi og áhyggjuleysi ríkir. Í hraða og streitu nútímans getur tekið á að varðveita trúna í hjartanu því áreiti umhverfisins og lífsins krefst athygli okkar og viðbragða. En við getum haldið trúnni í hjartanu með því að kunna vers og fara með þau, hvar sem er og hvenær sem er. Þannig segjum við honum að við fylgjum honum, trúum á boðskapinn og treystum á fyrirheitin. Þannig setjum við hann númer 1, þó við þekkjum ekki alla Biblíuna, lesum ekki mikið eða förum sjaldan í kirkju. Þannig setur boðskapurinn krossmark á enni okkar og brjóst, merkir okkur Guði. Og þá getum við treyst orðum Jesú þegar hann sagði: hjarta þitt skelfist ekki. Trúðu á Guð, trúðu á mig. Því mínir sauðir heyra raust mína. Ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast. Tákmyndin er að Jesús dyrnar að ríki Guðs og enginn fer inn í ríki Guðs nema fyrir trúna á hann. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.